Já, áfram höldum við í föstudagsþættinum. Allt vænt sem vel grænt, en svo ýmislegt rautt og hvítt líka og það alveg vænt líka. Heiðrún Sigurðardóttir er komin til mín í settið. Já, Heiðrún, þú ert með garðurinn minn. Passa, ég er með þá síðu. Þetta náttúrulega, þetta klikkar ekki þessi. Þetta fínt mæk hérna. Þetta er mikið, þetta er karakter í þessum mæk. Algjörlega. Þú ert með þessa fínu körfu þarna undir garmyndinu. Þú keyptir þetta ekki sjálf, þú smíðar þetta. Ég smíða þetta, já. Ég sá svona hugmynd bara á netinu og fór svona að spá í hvað maður geti gert þess að auðvelda þess að þegar maður er að sækja kartöflur eða grænmeti og róta grænmeti með því að það alltaf fylgir þessu mold og alls konar og ég gerði þær þannig að þú veist eins og bara með kartöflur þá getur bara tyngt þær í og hún er úr eik og þannig efni að þú getur bara skólað þetta þegar þær eru í og þá ertu ekki að bröslast með moldin og það allt sem hann heim. Bara setur þetta með garð annars þar, setur bara handklæðið eitthvað í skotti, skólar og leggur þetta bara í og þá færðu með það hreint heim. Þú ert með græna putta en ég meina hvaðan koma þessi smíðaputtar því þú ert að græða þetta sjálf? Sko, já, ég er náttúrulega á pabba sem er bara ótrúlega hæfileikaríkur og kemur á hæfileikaríku fólki og hann er búinn að bara svo rosalega mikið með mér í húsinu og í gróðurhúsunum og öllu því og smíðaði þau með mér og ég fékk hann svona til að bara hanna hugmyndina og setja þetta saman og bröðsum aðeins í þessu saman og svo er ég bara búin að taka við verkfórunum alveg og hef verið að smíða þetta svona en undir hann svona að gott að hafa svona fleiri augur og hann er með þau sko. Ég tek eftir því sko, það eru ekki bara appelsínugula gulrætur þarna og ný. Nei, þú veist, maður verður að hafa svona mismunandi þannig að þú veist, ég get gefið þetta fengið svona hvíta og það er alveg nóg til og þú veist, þetta er náttúrulega, það er ekkert betra en gulrætur og það er náttúrulega verður að vera grasið með sko. Já, maður fær það aldrei með. Nei. Á maður að borða það líka, eða hvernig virkar það? Nei, ég reyndar hef látið það eiga sig sko, en það er bara fátt betra en að fá það bara beint úr jörðinni sko. Þannig að það er snild sko. Það er mjög góðar. Hvernig hvaða verk er þetta svona helst í garðinu núna sem að þú ert að vinna? Sko, núna þá náttúrulega er rauninu uppsker tími núna og þar að leiðandi þú veist, maður að tína upp, þú veist, kartöflurnar að fara komnir á tíma og rauninu bara flest allt grænmeti og þá þarf maður bara að, þú veist, vera með hugan við það að, þú veist, nýta eins mikið maður getur og ef maður er ekki komið því öllu að kunna þá kynna sér með að sulta og búið til svo það gera allt úr þessu, búið til alls konar sultur og hlaup og bara nefndu það sko, úr þessu. Maður getur verið skapandi með hvernig maður vinnur úr þessu en verður það ekki þannig að maður er kannski með of mikið, lendir maður ekki því að rekta of mikið og veit ekki hvað maður á að gera við allt þetta grænmeti? Jú, af því að það er alls konar geymslu aðferðir sem að fólk kannski fattar ekki að séu í boði og sem maður getur kynnt sér hvernig maður á að geyma grænmeti lengur og fyrir vikið líka þá fórst að dett mér í huga að bjóða fólki eða benda fólki á, þú veist, eins og bara í dag að koma svona umfram grænmeti eða þú ert með stóra garða að koma því áfram eins og bara til eins og svona matagjafir og Akureyri og svoleiðis. Mér finnst það svolítið spennandi að geta þá boðið fólki að koma til mig grænmeti ef þú vilt koma því áfram. Og mér finnst það svona pínu heillandi að gefa það því að maður sér það alveg í görðum eins og matvörugörðunum að það er alveg, þú veist, mikil uppsker og það er mjög eðlilegt að fólk kemst ekki yfir að borða allt. Að það getur bara komið því áfram. Og það er svona pæling sem ég var að gera núna í haust. Og alltaf setja það allt sem bara inn á síðuna sem ég heiti garðurinn minn og þetta er svona verkefni sem ég langar svolítið að gera meira þú veist, ef þú átt grænmeti okkur ekki komið því áfram. Já, en þannig á garðurinn minn þá getur maður líka fengið eins og þessar körfur og annað sem þú ert með. Já, ég svona er að brasa í þessu og við ætlum nú að vera með sveitamarkað og allt svoleiðis en við ákveðum að hafa hann rafrænan í þökum COVID sko en hann verður bara þeim stærri og flottari að ári sko en þar setja inn alls konar bara mikið af myndum, greinum, það sem maður er að selja og þú veist, sem ég er að rækta og bara gaman ef einhver, þú veist, myndi vilja kaupa eitthvað af því að maður er svona stækka vissi og langar að draumurinn er að selja beint frá bíli. Það kemur vonandi bara í framtíðinni. Það eru svolítið skemmtilegar andstæður, þetta lífræna og svo þetta rafræna, sko, þegar það mætist. Og það er alveg margnilega gott að það er að skila og bara Facebook hefur frábær, þetta er frábært tækifæri og frábært verkfæri til þess að koma sér áfram og einmitt bara í þessu líka.
og maður ekki bara nota það, sérstaklega í ljósi þess hvernig hérna ástandið að bara drappast ekki niður og bíða, heldur bara að reyna að koma svo áfram á hvern annan hátt í rauninni. Nú þú mikið í garðinum og ég hef til dæmis ekki held ég borða áður hvíta gulrót. Ég meina hvar byrjar maður og hvernig ræktar maður svona framandi? Það bara að kynna sér alls staðar, þú getur fengið fræ og ýmsum stöðum, getur fengið regnbogagullrætur og svona. Og þetta bara, þeim fjölbreytilegra og því skemmtilegra. Þú veist bara eins og möndlukartöflur, norskar rauðar kartöflur, kóngabláar kartöflur sem eru frá fjólubláar. Og þetta gerir bara matinn skemmtilegri og fyrir krakkana að borða með fjólubláa kartöflur og þú veist, þetta allt bara grænmeti sem að kemur, þú veist, þetta svo gott bragð og þetta bara, maður finnst gaman að borða liti. Já. Og bara gerir þetta bara skemmtilega. Það líka aðeins annað bragð af því þegar maður ræktar það sjálfur. Það alveg tvennt ólíkt. Maður finnur það alveg þó maður fái sko alveg nýtt í búðum, þá alveg eitthvað við að fara út í garð og ná sér í það bara beint og borða það. Bara eins með jarðaber og kirsuber sem á trjánum og allt þetta og tómatana. Að það eitthvað við það að taka þetta bara beint úr garðinu. Það alveg svart og hvítt sko. Ekki mikil vakning fyrir þessu? Jú, ég held nefnilega að sko eins og bara núna í ár þá held ég bara sjaldan verið mikil blómstur á garðyrkju bara í kjölfar hvernig COVID kom í haust eða í vor alltaf að segja. Og það bara sprakk allt hvað varðar frækaup og akrídúkar seldust allstaðar upp og þetta var bara, maður var bara farin í svartamarkaðsbrask að reyna að redda gulrótarfræjum hér og þar sko, þetta var, og maður horfir á þetta jákvæðum augum sko, bara frábært, nú er fólk bara að líta sér nær og fara bara, þú veist, að rækta og borða sjálf grænmeti og gera meira svona fyrir sig af því að þetta tengir svo mikið bara útiveru og samveru að geta verið með aðgang að einhverjum góðum garði, þú veist, og að þú ert ekki með garð hjá þér, að hafa eins og matjurtagarð Akureyrar geta bara leikti bara garð og fengið allar plöntur og allt svoleiðis í frábæru umhverfi og bara geta verið þar dag og nótt að brasa sko. Þetta gefur mér ótrúlega mikið sko. Það mikilvægt að rækta garðinn sinn líkamlega, andlega og líka bara bakgarðinn. Þetta bara númer 2 og 3. Þetta geggjað sko. Hérna takk fyrir, við þurfum að fara að borða eitthvað þessu grænmeti. Já, það nóg til sko. Þú voru að herða þig. Takk fyrir komuna í settið. Takk heilega fyrir mig.